Já, það máldagsins, það Lindarhvoll. Allir Þór Fandal hingað kominn. Velkomin. Herðu, ég að vona til þess að þú geti útskýrt fyrir mér og hlustundum hvað stendur í skýrslu Sigurðar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur barist á hæl og hnakka við að forða því að muni koma fram. Já, ég svona kannski aðeins en þá að melta hvers vegna það gengir svona langt í því að fela þetta. En hins vegar kannski það sem að stendur þarna að ríkisegnir eru seldar á undirverði. Ég held að það kannski svona það mál sem verður örugglega reynda að þvæla með sem mest. En það það sem eftir á skýringar og já, svoleiðis. En það auðvitað það sem að settur ríkisendurskoðandi að skoða og það getur verið að menn hafi verið svolítið viðkomið fyrir því. Það líka Þetta voru töluvert upphæðir, við tókum bara 4 dæmi þarna á samstöðinni og þetta munar töluvert miklu. Það verið að selja þarna allt upp í 28% afslætti sem að að sumuleyti gjöf vegna þess að sá sem kaupir hlutabréf með 28% afslætti hann getur umverulega tekið lán fyrir því sem hann leggur út þannig að eigið féð hans verður til úr engu skilur hvað ég meina þannig að það næstuði verið að gefa fólki hlutabréf. Ég meina það auðvitað það sem að verið að gera athugasemd við þarna og það það sem að greinilega menn höfðu ekki á að skoða. Ég skoðaði til dæmis skýrslu ríkisendurskoðanda sem að kom út núna 2020 og það verður nú að segjast að ríkisendurskoðun það nú eitthvað að fara að skoða sjálfan sig vegna þess að sú skýrsla eiginlega óþarflega jákvæð og það er algjör óþarfi að hún telji þetta svona ofboðslega vel heppnað án þess þó raun og veru að svara þessu sem að settur ríkisendurskoðandi að skoða. Þannig erum við með 3 ólíka ríkisendurskoðanda. Það Sigurður Þórðarson sem var náttúrulega þegar ég var ungur, hann var hann ríkisendurskoðandi hér áratugum saman, minni mig einhvern veginn. Þegar maður var blaðamann þá vorum alltaf að tala við hann. Hann kemur þarna inn vegna þess að sá sem að varðana var vanhæfur til þess að fjalla málið. Já, vegna fjölskyldutengsla. Já, og svo var skiptum ríkisendurskoðanda. Þá kom ekki þá Skúli Eggert þar inn. Já. Hann að gera þessa skýrslu sem þú ert að tala sem þessi jákvæða skýrsla. En sá ríkisendurskoðandi núna sem að banka skýrsluna dag eftir dag, hann ekki sá sem að bjóti hvítuskýrsluna. Nei. Þannig að við vonum að hann kannski taki upp og sjá að ríkisendurskoðun þannig í vondum málum og taki upp málið. Já, ég myndi allavega að vona það vegna þess að þó svo að þetta séu nú búið að fara gennum 3 ríkisendurskoðandi þá mjög mikilvægt að maður upplifi ekki eða maður sé ekki að lesa út eftir ríkisendurskoðuna með þetta alltaf í kollinum bara býtuð þú veist Það líka merkilegt að hann talar sjóði sem ekki ekkert gert grein fyrir upp okkur 26 milljarða talar þar svolítið upplýsingagjöf til þingsins þar kemur það enn einu sinni að upplýsingagjöf til þingsins það er að segja framkvæmdavaldið fjármálaráðherra virðist ekki taka það mjög alvarlega hans hlutverk í því Svo eru 10,6 milljarðar greiðslum frá Lindarhvoll sem að ekkit almennilega hægt að gera grein fyrir. Nei, það er svolítið mikil peningur. Það ekkit einhver smáægilegu peningur Og þar nefnir hann til dæmis að stundum það eru 2 fæstur sem eru með eitthvað svona skýringu, bara eitthvað svona klakkar eða eitthvað, þú veist, engin svona nánari skýring. Það sem líka kannski stóra sagan í þessu, í raun og veru, líka þessi yfirhelming, þú veist, hún viljandi. Það mjög vel farið yfir það hvernig samskipti ríkisendurskoðanda eða sett ríkisendurskoðanda við Lindarhvoll bara versna og versna. Hvernig Seðlabankinn Þeir byrja að svara honum vegna þess að halda þetta sé nú bara eitthvað venjulegt okkar maður að kanna þetta og gefa okkur svona góða einkunn, svo þegar þeir byrja að sjá að spurningarnar og hvernig þeir harðna að þá fara þeir og verða bara tregari til þess að svara þangað til að það bara skipt ríkisendurskoðanda sem getur þá tekið málið af honum og haldið áfram. Já, hann talar, þetta virkar þannig, en
Og Skúli Eggert, ef ég má klippa fram í þér aftur. Skúli Eggert, þetta ekki fyrsta skipti sem hann kemur svona einhvern veginn á vegum kerfisins við að stoppa eitthvað. Hann til þess tók við að Indriða Þorlákssoni sem skattstjóra sem hafði raunverulega keyrt upp svona öfluga deild til þess að skoða stærri fyrirtæki og annað slíkt. Hann fengið þar inn til þess að eiginlega bara hægja á skattrannsóknum. Það bara þannig. Og svo var hann sjanghæðar yfir til nýs ráðuneytis nýlega. En það er mjög merkilegt hvernig hann lýsir því, hvernig bara raun og veru hann í þessari samantækti mikið talað aðgang að frumgögnum og það virðist bara hafa verið lífsins ómögulegt. Þar nefnir hann Lindarhvol, hann nefnir Seðlabankann og hann nefnir ráðuneytið. Hann nefnir auðvitað líka Íslög sem að því að Íslög í raun og veru sér að reka þetta batteri. Þetta var bara outsourcað til engaðila. Og þar kannski, ég eflaust mun það nú eins og líka með Íslandsbanka ekki, vera í aðalpunkturinn en þetta er orðið svona eitthvað trend að búa til eitthvað rosalega fína reglur og miklar yfirlýsingar allt eigi að vera vel gert. Svo verður til eitthvað svona stofnun eða eitthvað fyrir bara í kringum þetta náttúrulega einkahlutafélag. En því er enga veginn sinnt að búa til innvið þannig að til dæmis að það verði til þekking hjá ríkinu, því minna þetta starfsfólk sem er þannig að engin opinber starfsmaður. Það eru settar, það er fjallað sérstaklega það í þessari samantækti, það eru settar mjög svona viðamikla reglur starfsemi félagsins og siðareglur og annað slíkt, gríðarlega flóknar, en svo er engin innviðir í batterínu til þess að fylgjast með því. Hvað var þá Lindarhvol? Ég var nú að halda því fram í náðan að það bara verið skuffa í skrifborði fjármálaráðherra af því að maður sér að það var að stjórnarna, 3 manneskjur sem að voru að sýsla með óheyrilegar eignir. Voru það bara 3 manna stjórn sem að síðan gerði eitthvað samning við eitthvað lögfræðistofu út í bæ til að sjá þetta? Já, og fjársýsla ríkisins sér svona bókaldsþjónustu og það er alveg sérstaklega tekið fram í samantæktinni að fjársýslan hafi óskað eftir frekari gögnum og þú virðist hafa staðið sig mjög vel. En ekki fengið gögnin? Nei, en ekki fengið gögnin. En þetta fyrirbrigði er ekki, þótt þetta heita eitthvað Lindarhvol EHF, þá er þetta ekki svona, maður geti haldið þetta að vera stofnun eða fyrirtæki, eitthvað svona sem væri sjálfstætt, en raunverulega er þetta það ekki? Nei, kannski ljótt að tala þetta svona, en þetta er svona einhvers konar kista fyrir alls konar eignir sem að ríkið fær, þar að segja önnur en fjármála fyrirtæki. Og marga langar í. Og upphaflega stóð held ég til að Seðlabankinn sæi þetta, svo verður breyting kemur frá meirihluta, ég held að þessi meirihluta efnahagsnefndar, ég man ekki nákvæmlega hvað nefndar, svo til að breyta þessu og láta í raun og veru ráðuneytið skipa stjórnina og annað slíkt. Þetta er í raun og veru, það er margt áhugavert við þetta bara eins og með bankasýsluna, að menn búa til eitthvað svona ímyndaða, sjálfstæða einingu. Já, sem að Ríkisendurskoðun núna hefur bent á að er bara hlálegt alltaf fram, því að bankasýslan hefur enga burði til þess að sjá það verkefni sem henni var falið. Ekki eina einustu og sama er hér. Svo eru þetta talsvert talað það hvernig þessi hlutir eru metnir og það er svolítið svona merkilt, það er raun og veru og þannig kemur aftur þessi tilhneiging til þess að segja ekki satt og reyna að hilma yfir. Það er mjög augljóst að það er verið að ýkja árangurinn af sölu þessa eigna með því að vera með verðmatið á flakki. Það fyrir mjög mikil tími, svona ágætlega stór hluti af þessari samantækt í það að reyna að komast að bara hvert er raunverulegt verðmat á þessu. Það er líka gerð athugasemd við það að það er aldrei, það er oft sem er ekki sett neitt lágmarksverð, hvað ætlum við að fá og það er erfitt að fá forsendur fyrir því hvernig þetta er metið. Það er náttúrulega fjalla til dæmis hvað er vöru algjörlega stólið mig núna vöru móttakan eða eitthvað svoleiðis sem er og þar er verðið lækkað eftir að tilboði er tekið. Hún virðist Lindarhvol þeir virðist hafa tapa á sölun og símanum. Þannig að maður sá það í gröfum sem eru þannig inni að verðið á þessu hlutabröfum hækkar mjög skart eftir að salan fer fram. Já.
Svipað og gerðist með Íslandsbanka í fyrsta útboðinu, þar sem hann fyrir selta á, ég maður ekki, var ekki 117 eða eitthvað. Og þá voru það alltaf reyna, nei, það var 90 og eitthvað, það var langt undir, 100. Þarna í fyrsta sem að þótti svo vel lukkað í dag, að þá var verið að reyna að þjarka það, fram eftir öllu ári að verðið hefði verið eðlilegt, að það verið gott, en það var selt með, stórkostlegum afslætti, Þannig að það er sama aðferðin notuð í Íslandsbankasölunni og í þessu. Já, og þetta er svipað aðferð og það sem er svona svolítið hættulegt við þetta og ég veit að þetta verður ekki vinsælasta umræðefni en þú veist, hvernig yfirbragð, faglegra vinnubragð er misnotað til að fela í raun og veru bara, þú veist, þetta er bara eins og brask og brall einhvern veginn, þú veist, þetta er bara, þeir eru að senda ykkur að e-maila hérna og bara tjekka á þessu. Ef þú vilt gera vel, þá þarftu auðvitað að, þú veist, þú varst að fjárfesta í því. Það er bara þannig, það er ekkit endilega eitthvað sjálfstætt markmið að vera ekki með starfsmann eða þú veist, skilur hvað við. Þetta hefur verið gert út allan heim þegar orðið svona efnahagskreppur og hrun að þá eru eignir teknar til ríkisins og yfirleitt er reglan svo að það er búið til fyrirtæki í kringu það sem hefur þolinmæði vegna þess að menn vita það að eignir sem að rökkva í fangið og ríkinu við hrunið, að það er meðaltali og lang flestar munu hækka í verði yfir tíman. Og ég man einu svona rakst á mann sem að vann í svona fyrirtæki sem hafi verið stofnað í Svíþjóð eftir bankakreppuna 1991. Þetta var árið 2005 og hann átti svona nokkur fyrirtæki eftir. Þannig að þá voru liðin 14 ár. Þannig að menn hefur bara þolinmæði til þess að ná sem hæsta verði að því að menn er að vinna fyrir almenning. Verkefnið er ekki að taka eignir sem að rökkva í fangið á ríkinu og skópla þeim til okkur að vinna sinna sem allra fyrst eins og sumuleyti er sagan í Lindarhvoli. Ég menn eins og við gert hérna og það er bara beinlega gert að markmið að gera þetta hratt. Það er til þess að einhver fái uppsætið eða hvað við viljum kalla það en ekki almenningur. Já, og það er ótrúlega merkilegt hvernig það einhvern veginn kemur inn hérna hjá, minna að sé bara við setningu lagana. Og það, þú veist, það er ekkit raun og veru farnir rök fyrir því, heldur alltaf, og þetta er svona típist hérna, það er alltaf verið að búa til eitthvað svona minniháttar áhættu. Eins og, þú veist, hér er það sem áhættan sem eru að vara þar við er að það geti verið hérna svona hagsmunaástur að starfsfólkið kannski vilji bara halda þessu lifandi og gangandi, þú veist, þess að fá áfram. Og starfsfólkið í símanum eða í einhverjum aðeins fyrirtæki? Nei, starfsfólkið í Lindarhvol, en svona það var ekkert starfsfólk þar, til að lifa lengi. Eins og var gagnrýnt þarna félagi sem að lífeyrissjóðnir áttu og keyptu hlut keyptu íla flugleiði. Æslandir eða hvað það heitir. Að þá var verið að kvarta yfir því að það væri byrjað að lifa svo lengi að þau væri bara á jötunni sjálf. Já, og það hefur verið talað þetta varandi slíta eða þrotabú og annað slíkt og þetta er alveg vissulega áhætta en hér er samt, þetta eru 400 milljarðar sem eru verið að sýsla með þannig að einhvern veginn, þú veist, ég ætla nú ekki að fara einhvern veginn að afsaka það að menn sé að lifa af þessu árum saman en þú veist, þetta er bara þetta er engar upphæðir í neinu samhengi og stóra áhættan eru þetta að menn geti tekið einhverja snúninga eða fengið eignir frýtt. En langtíma áhættan af því er líka, þú veist, aukin samþjöppun í íslensku viðskiptalífi að menn komast í þá stöðu að geta bara stýrt Þannig að... Og það voru þeir sem að stuttu eftir hrun sem höfðu peninga til þess að kaupa þetta voru náttúrulega ekki stór hópur. Nei. Og það þarf að hafa það í huga þegar þú ert að selja ríkiseignir að þú ert ekki, þú veist, það er ekki þannig að allir siti við sama borð, þú veist, það er bara þannig að einkavæðin gagnast þeim sem eiga pening fyrir eða hafa aðgang að fjáröfli. En sko, það sem er líka svo merkilegt í þessari skýrslu er, þú veist, það er raun og veru sko, þú þarft, það þarf að vera eiginlega bara eitthvað að þér, ef þú heldur að þessi skýrsla sé ekki afhjúpa raun og veru sko mjög svona skipulaðar tilraunir til þess að þegja málið í hel. Vegna þess að Ríkisendurskoðun sko fær ekki aðganga frumgögnum, það er einhvern veginn ekki að setja neitt sko almennilegt skipulag utanum það að hann, þú veist, hvernig hann fær gögnin, það
þú veist að slita stjórnirnar þær telja sig ekki geta afhent gögnin vegna samkomulags við Seðlabankann, svo tekur það rosa tíma að fá það aflétt, þú veist, öll skjalavistun og allt saman hjá lögfræðistofu sem er ekkit út í bæ, ég meina hún er líka bara lögfræðistofa hjá í raun og veru framkvæmdastjórunum eða þannig þetta sett upp og svo auðvitað þessu, ég meina þessari samantekt, þú veist, þingið er búið að hafa þetta heil lengi. Það hefur verið mikið barátta það. Þannig að þó svo að auðvitað sko sé það sem var verið að leyna að hér var verið að selja eignir á undirverði og þetta var ekki gert með mjög svona faglegum hætti. En það sem er kannski stærra máli í svona til lengri tíma að þetta er svona ein röksemdin fyrir fólk til að treysta ekki kerfinu. Þú getur ekki treyst því að fjármálaráðherra segir satt, það er svo sem held ég margir búin að átta sig á því fyrir löngu. Þú getur ekki treyst því að stjórnsýslan í kringum þetta sé almennilega, þú getur ekki treyst því að Seðlabankinn, þú veist, veitu upplýsingar og það er mjög hættulegt. Ég meina það þýðir ekkert fyrir stjórnmálamenn að vera einhvern veginn alltaf að kvarta yfir því að enginn hlusta á neitt og svo mikið vantraust og það verða alltaf allir brjálæðir. Ég meina hvað er fólk búið að þurfa að verða brjálað til þess að þetta komi fram og svo auðvitað bara en það sem þú ert að segja er að þeir aðilar sem þú taldir hann upp er ekki að vinna fyrir almenning heldur fyrir eitthvað allt annað þannig það er bara við erum bara í einhverju fyrirbrigði í þessu samfélagi sem þeir sem að fara með vald almennings er ekki að vinna fyrir almenning. Já, ég líka að segja bara að þú veist þetta er ekki klúður, menn þú veist, þetta er verið viljandi að fela sig á baku klúður. Þetta er svona vopnavætt inkompetens eða þú veist, vanhæfni. Það sama með Íslandsbankasöluna, mjög hættur þetta að tala um þetta að vera mistök, þetta voru ekki mistök. Nei. Það var ákveðu viljinn var að koma eignunum í hendunar á þessum aðrum. Já, á undirverði. En þú veist, það er til dæmis áhugavert í þessu, ég meina þetta með hennar hraða. Þú veist að rökin fyrir þessum hraða eru fyrst og fremst það að við völd er stjórnmálaflokkur sem þolir ekki að ríkið eigi neitt. Nei. Ég meina þú veist, þetta er bara eitthvað svona hugmyndafræðileg rök, þetta, þú veist, og það skiptir engu máli til eða frá hvort þetta tekur sko 3 ár eða 5 ár ef það er að ná fram meiri hagnaði fyrir ríkið. Ekki nefnum og sért sjálfstæðarflokkur sem vill bara losna við þetta. Það verður bara ávinningi sjálfur sér að koma ríkisegnum eða almenningsegnum í hendunar á einkafyrirtækjum sem allra fyrst og það skiptir þar leðandi litlu máli hvað er borga fyrir það. Ég meina það verður svona nokkuð ljóst. Svipa á Bankasýslan sagði að röki fyrir því að hefði lukkast vel var að verðið hækka svo mikið eftir sem að frá þeim sem að horfa á frá hagsmunum almennings er það að eignina voru seldur á svo hraklegu verði. Þess vegna hækkaði bara leið og eigninu skráð. Og fjármálaráðherra hefur reynt að benda á það að hlutur ríkisins er orðið miklu meira virði núna en það skiptir engu máli nema ríkið ætla að selja þetta ef nú getur líka bara tekið hagnaðinn. Það var alltaf sama virði. Það breytist ekki þótt að vera skráð í kauphöllinni sko. Það jóksu var ekki til neitt peningur. Þetta er bara sama eignin sem er þarna. Og þetta skiptir engu máli nema ríkið ætli sér að selja þetta. Þú ætti að segja líka að landsmenn ættu aldrei að fela Bjarna Benediktssyni að fara með þau völd sem að fer með í dag. Já, sko þú veist, ég hef náttúrulega reyndar lengi ekkit haft mikið álit á Bjarna Benediktssyni. Mér veist vera mjög mikill fórnarkostnaður fyrir þennan ráðherrastól hans. Við erum náttúrulega núna í þeirra aðstöðu að vera með ríkisstjórn sem er sprungin en þú veist einhvern veginn neitar að fara. Það hefur þurft að kæfa fjölmiðlaumfjöllun til þess að hann geti náð ágætis árangri í kostningu. Sett lögbann á miðla. Á stundina, það hafa sprungi fjöldan allar á ríkisstjórnum, það er þvílíkar afskriftir á öllu sem hann hefur komið nálægt og það er búið að svelta kerfinu og annað slíkt. En ég ætla nú að ég leyfi mér bara að ganga þess lengra núna. Ég meina þessi samantekt er bara, þú veist, enn eitt dæmi þess að það er bara of dýrt fyrir samfélagið að vera að setja fólk sem hefur aldrei áunni sinni einn árangur sjálft. Þetta er bara vegna fjölskyldutengsla og vegna þess að það er einhvers konar bjarnavenda nefnd við full störf allt árið við að halda þessu manni þarna og þetta kostar okkur of mikið. Þetta er þetta mjög hentugt fyrir suma og
til þess að hann geti verið þarna áfram. Og mikið þá í merkingunni að þú varst að segja að það verið 400 milljarða eignir, ég var að nefna dæmi 28% undirverð, þá erum við að tala 100 milljarða. Já, ég er líka að tala þú veist, kostnaði bara eins og til dæmis að kosningaþáttaka geti minkað vegna þess að fólk treystir ekki kerfinu, þú veist, við hættum að trúa því sem að sett fram af yfirvöldum, þú veist, þetta skaðar ríkisendurskoðun, þú veist, getur Seðlabankinn verið skaðaður og ég meina allt þetta mál þar sem að sko einn maður hefur einhvern veginn þurft að vera að reyna að þrýsta á að vinnan hans byrt, ég meina þetta hefur auðvitað gríðarlegar afleiðingar. Það skiptir alveg máli jafnvel á Íslandi þar sem við þekkjumst öll og svona að þú veist að kerfið svona njóti, en það allavega sé ekki verið að láta fólk hafa sko bara svona rök fyrir því að vantreysta kerfinu. Það líka kostnaður. Stærð fréttarinnar í dag sem að birtist fyrst, það var ekki skýrslan, heldur það að Sigurður Þórðarson búin að senda þetta til ríkissaksóknara sem að þýði það að hann metur það og ef þú horfir á feril Sigurður Þórðarson þá var hann sko, ég veit ekki hvað, virtur, góður og gegn embættismaður áratuga skeið. Hann skoðar þetta mál og kemst að því að það er saknæmir hlutir á ferðinni. Og þetta gert inn í eitthvað sem við getum kallað bara skúffu í skrifborði Bjarna Benediktssonar. Svona, sko, ef við myndum ímynda okkar þessi frétt væri í Þýskalandi eða Bretlandi eða Hollandi eða Danmörku, þá þetta risa frétt. Já, og þegar við sátum inn að síðasta þá var hann Ásgeir, þá nefndi hann einhverja mynd sem fjallaði sko hvernig upplýsingum sko ákvörðunum að fara í stríð var lekið, þú veist, það var svona sambærilega dæmið. Ég meina, þetta auðvitað risafrétt, þú veist, og ásum marga anga, ég meina, það verið að stela eignum almennings, það það sem í gangi. Og það það sem að Sigurður að kæra. Já. Hann að kæra sjófnað. Þú veist, þetta saksónari fer með sko saknæmt athæfi. Þetta ekki ríkisendurskoðun sem að tala að eitthvað hefði misfarist í skjalavörslu eða eitthvað slíkt. Hann að tala eitthvað sem saknæmt. Hann hlýtur að telja það, ég meina, hann telur ekki að menn hafi, þú veist, eitthvað svona aðeins klúra skjalavörslunni, sko. Þetta saknæmt athæfi. Og hann eins og þú ert að benda á, hann verður náttúrulega varfið viðstöðuna, viðspyrnuna þegar hann reyna að fá þessu upplýsingar. Þannig hann sér hvað í gangi og hann gengur frá þessari svona áfokaskýrslu. Og síðan hann búin að vera að reyna að berjast fyrir því að hún verði gerð opinber. Bara býst við bara eins og svona borgari sem að finnst það að einhverju upplýsingar sem hann veit að það verða að verða opinberar. Því almenningur verður að fá að sjá hvað var gert. Og þegar hann búin að berjast fyrir því árum saman og búin að gefast upp fyrir því að þá fer hann með þetta til saksóknara. Já, það sem að já, það kannski skrítið að tala þetta eins og þetta sé eitthvað rosalega óvenjulegt, þetta þetta óvenjulegt, en svona, þú veist, á heiðalegt fólk að vinna. Ég meina, eitt af því sem kemur fram í sko rannsóknarskýrslu Alþingis til dæmis eftir bankahrunið, að það komu, sko, menn vissu af alls konar hlutum sem voru mjög skringir, en menn litu bara alltaf að, já, þú veist, þetta ekki á mínu borði, og þá verið að tala þessa ábyrgðartilfinningu sem þetta hafa. Þannig að, ég veit ekki, ég meina, þetta bara í raun og veru hetjulegt á honum, sko, ég meina það margir sem væri búin að gefast upp og ég meina þetta þú veist, fullt af fólki sem hefur fylgst með þessu máli bara orðið þreytt á þessu, hvað þetta 5 ára, þetta svona 5 ára dæmi. Svo hann náttúrulega á eftirlaunum og fjárhagslega sjálfstæður og getur gert þetta, kannski ykkur fertugur starfsmaður, kannski skuldugur og með fjölskyldu og annað slíkt. Veit að ef þú stígur upp á móti þessu valdi að þá þeir ekki verðt á Íslandi þessum eftir Nei. Það þess vegna sem svo mikil spilling á Íslandi sem ekki nær fram, þess að fólk veit og hefur lært að þeir sem að stíga fram og segja frá henni, að það bitnar á þeim. Það ekki tilviljun að stjórn Transparency að mestuleyti, hún býr mikið úti og það ekki tilviljun að fyrirverandi stjórnarmenn búa líka úti og eru þar í góðum störfum en fá ekki að... Þú nefndir Ásgeir Brynjar, það ekki tilviljun að hann sækir hér störf og fær ekki störf, því hann talar heiðarlega. Já, talar heiðarlega, þá þeir útýst út úr íslensku kerfi. Já, það sko það líka náttúrulega eitt sem að skiptir alveg máli ég meina hvernig kemst þetta loks fyrir sjónar almennings? Það bara þingmaður sem að
bara leggur þessu. Bara birtir þetta í raun og veru. Og það var mjög þakkarvert. Eins og ég skildi samtalið við hennar, þá sagðist hún að fengið þetta í pósthólfi þingsins. Og eins og kom fram í fréttinni sem var í viðskiptablaðinu að þeir voru með erindi Sigurðar til ríkissaksóknara. Þannig að eintaki sem að Þórhildur Sunna birtir ekki eintaki sem að hún sá í forsætisnefnd, heldur eintaki sem að Sigurður sendir henni í pósthólfið og hún bara birtir eins og skott. Já, enda er það bara... Þannig að allt tal það hún sé að bregðast ykkur trúnaði bara hlægilegt rugl. Já, það bara algjört rugl. Ég meina, hún færi þetta bara sent í sitt pósthólf og þar leiðandi, þetta ekki... Ég vissum að verið gert hellingur úr því en og það svona kannski tilraunin til þess að sko það sem mun gerast núna er að það verður talað að forsíða Morgunblaðsins morgun muni snúast eitthvað trúnaðarbrest Þórhildar Sunnu, ekki málið. Það sem mun gerast núna er að fyrsta sem verður talað, það verður byrja á því að tala að sérunur ekkert í þessu, ekkert nýtt sem hefur komið fram. Maður hefur séð það og ég sá það bara mjög oft þegar ég var blaðamaður sjálfur, ég man til dæmis að landsdómsmáli var, að þá var sko tönglast á því að það væri ekkert nýtt að koma fram fyrir í vitnaleiðslunum og satt nú í gegnum það mál og það kom nú ýmislegt þar fram. En það er eitt sem verður gerð. Svo mun vera örugglega að tala mikið að það sé það verður svona reynt að flækja þetta með söluna og verðmatið. Það er nokkuð ljóst á þessari samantekt að þú veist að menn voru ekki einu svona sammála verðmatið á þessu, sko, það voru alls konar skilgreiningar, en árangur til dæmis Lindarhvols bara ýktur með því að nota mismunandi tölur og telja fram. Svo verður þetta gríðarlega áhersla á það á það sem verður kallað leki. Þetta er ekki leki í þeim skilningi. Það er þannig að sá aðili sem að bara skilda að komast til þingsins hefur verið að berjast fyrir því. Það er algjörlega á hreinu að forseti Alþingis hefur ekkert vald til þess að birta þetta ekki. Og þarna ákveður bara annars vegar settur ríkisendurskoðandi að sinna sínu starfi og svo ákveður bara þingmaður að þarna sé bara, hann sé þarna sé hann bara með réttin til að birta þetta sem er algjörlega rétt. Það er fráleitt að halda því fram að þetta séu ekki upplýsingar sem er erindi til almennings. Það er algjörlega galið og það hefur ítrekað komið fram að og það eru 3 lögfræði álit sem að segja það. En þetta er líka áhugavert kannski út af því að þessi tilraun að vera alltaf að leyna þessu, þetta kemur fram einhvern veginn í öllu. Til dæmis var mikið látið fyrst eins og að mætti ekki birta kauplistan af þeim sem keyptu Íslandsbanka og ég veit að þetta er ekki alveg sama máli en þetta er mörguleiti svo líkt. Svo einhvern veginn rósar ráðherra sér fyrir það að hafa nú bara ákveðið með sjálfum sér að gera þetta. Svo þegar FME sáttin kemur, þá til dæmis sér maður alveg vísbendingar það að þetta kemur frá Íslandsbanka. Þeir voru búin að lofa ykkur að nafnið þeirra þyrfti ekki að koma fram sem höfðu náttúrulega enga heimild til. En það sem þetta gerir náttúrulega líka er bara aftur að þú býr til, þú ert í raun og veru að færa markið, þú veist, bara það verið að selja ríkisegnir og allir vita það að það á að vera gert gagnsætt og opið og við eigum rétt á að vita hvernig það fór fram. Svo færir einhvern veginn markið allt í einu, þú veist, og það er það sem líka er að gerast að það er búið að tefja þetta mál svo rosalega til þess að birta ekki þetta. En samt þegar maður hugsa út í þá voru menn alltaf búin að geta sér til þetta. Ég meina það hafi verið málsóknir út af þessu. Lindarhvoll fekk til dæmis úrskur á sig hjá úrskurarnefnd upplýsingamála. Þeir höfðu talið að þeir getu lofað fólki nafnleynd við söluna sem að auðvitað var ekki. Þannig að þetta mál kannski því miður mun, þú veist, einhvern veginn, þetta fer í eitthvað svona hít, sko, þetta er það er verið að engaða bankan aftur og menn hafa ekki lært neitt. Svo er þetta og vissulega kannski fer þetta fram fyrir nokkrum árum en menn lærði ekki einu sinni að svara kallinu þegar að koma einhverjum athugasemdir. Og stóri lærdómurinn, og svo skal ég hætta að tala, er að eftirlit er bara eitthvað svona djók í huga yfirvalda. Og maður sér þetta, ég einhvern tímann tók mig til og kortlaði eftirlitsstofnanir í Íslandi og ég held út í skjali og allar eru þar einhvern veginn fjársveltar, marga þeirra hafa þurft að tala það umberlega, svo er verið að þrengja getuna þeirra og Svo sagði ráðan að Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki að ríkið ætti neitt
Sjálfstæðisflokkur vill heldur ekki að ríkið hafi eftirlit með neinu. Þau kallar þetta eftirlitsiðnaðinn og telja að vera bara markmið í sjálfu sér að veikja það, veikja skattrannsóknir, veikja samkeppniseftirlit, veikja allt eftirlit til þess að þeir sem að fara með eigapenningana geti nokkuð veginn gert það sem þau vilja. Það er bara stefnan flokksins og þetta er ekki að klappa fyrir þessu á landsfundum. Já, og þetta er náttúrulega kannski, þetta er líka þegar þú myndar ríkisstjórnarsamstarf þá þarftu að velta því aðeins fyrir þér með hverjum ert að fara í samstarf með. Ég meina þetta er stefna þeirra. Herðu, talandi um pólitíkina, heldur að þingmenn og svona forystu fólk í VG séu að lesa þessa skýrslu í dag og velta fyrir sig, þú veist, getum við haldið þessu áfram? Ég vona það. Það hefur nú samt reyndar verið mín reynsla af samskiptum við stjórnmálafólk er að það hefur oft minni áhuga á þessu heldur en þú myndir halda. Á spillingu? Nei, bara pólitík almennt, þó það séu stjórnmálamenn sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þeir sem að hafa tamið sér það að mæti vinnuna, þeir séu að því og þetta verður til umræðu. En ég verði eiginlega viðurkenna að ég held að hinni séu bara í fríi. Ok, herðu. Kæra þakkir allir fyrir að koma hingað og fræða okkur skýrsluna sem að birtist í dag. Við ætlum að halda áfram að tala þetta mál, kannski frá öðru sjónarhóli, að Sigurjón Magnús Egilsson, blaðamaður og bróðir minn, hefur komið hérna 2 síðustu vikur að tala pólitíkina, af því að okkur grunar að það sé eitthvað að skella á. Ég ætla að tala við hann svona pólitísk áhrifin að þessu máli hér eftir augnablik.